Við höldum þessu næst í heimsókn til Arion banka sem með útibú á Sauðárkróki. Útibússtjórinn segir að hlutverk fjármálastofnana í atvinnulífinu sé mikilvægt. Og ekki síður út á landi, það sem að viðskiptavinir okkar geta komið hérna, heimsótt sérfræðinga sem þekkja svæðið og hafa þekkingu á því hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt bara til þess að halda hjólunum gangandi. En það til dæmis þannig eins og hér hjá Arion banka, þar sem við skilgreinum okkur sem tengslabanka, sem gengur út á það að við viljum þekkja viðskiptavinin mun betur heldur en ella og við förum út úr húsi, við förum að heimsækjum viðskiptavinin á þeirra heimastöð, förum inn í vinnsluna, förum inn í fjósinn og í vörubíluna og sjáum bara hvernig hlutirnir eru og fyrir vikið skiljum við betur hvers konar þjónustu best að veita viðkomandi viðskiptavini. Hvernig hefur þetta virkað? Þetta hefur virkað alveg gríðarlega vel og á marga vegur, vegna þess að bæði við farin að skilja miklu betur þarfir viðskiptavinarins, af hverju hann þarf þessari þjónustu á þessum tímum og svoleiðis. Og einnig finnum við það bara að viðskiptavinir eru gríðarlega ánægðir með þetta. Og það líka annað sem við finnum að viðskiptavinir eru mjög ánægðir með hjá okkur og það að útibúin hafa miklar heimildir. Þannig að í flestum tilfellum sá starfsmaður sem viðkomandi viðskiptavinur ræði við að fara að taka ákvörðun þeirra máli. Það gríðarlega mikilvægt að viðskiptavinur finni það að hann geti komið upplýsingunum beint á þann stað sem tekur svo endanlega ákvörðun. Þetta svolítið svona í mótsögn við það sem haldið hefur verið fram að útibúin á landsbyggðunum séu einmitt bara verkfæri að sunnan. Þú segir að þetta ekki rétt? Nei, Arion banki tók þessa ákvörðun fyrir nokkrum árum sem rauninni tilraunaverkefni og þetta hefur náttúrulega haft það í för með sér að það þetta byggja upp ákveðna lánaþekkingu inn í útibúnum og þetta hefur gengið alveg svakalega vel. Þannig að við erum komið sérfræðinga út allt land í útibúin og við vinnum saman sem eitt svæði, til dæmis Norður- og Austurland og í stærri málum þá komum við saman útibússtjórarnir og tökum ákvörðun þar, þannig að við erum farin að þekkja svæðið okkar mjög vel. Og þetta gríðarlega vel heppnað og ég veit að bankinn ætlar að halda þessu áfram. Magnús segir að atvinnulífið í Skagafirði sé bæði öflugt og fjölbreytt. Við náttúrulega erum með öflugan aðila hérna sem stærsti vinnuveitandinn, Kaupfélag Skagfirðinga og það mikill kostur að hafa öflugan aðila sem til dæmis tryggir starfsöryggi fólks og endur atvinnuleysi ekkert, það nægu vinnu að hafa en það eru margir kostir hérna við Skagafjörð. Það ekki hægt að tala um öðru seldur en nefnilega landbúnaði. Það gríðarlega öflugt landbúnaði héraðinu. Þetta náttúrulega stærsta matvæla framleiðslu héraði á landinu og auðvitað litast svolítið atvinnulífið að því. Við erum náttúrulega með fiskvinnsluna og kjötvinnsluna og sláturhúsið og svo tengdar greinar. En ég myndi segja að þetta væri svona helstu styrkleikarnir. En hvaða veikleikar eru sjáanlegir? Ég held að við eigum töluvert inni þegar kemur á ferðaþjónustunni. Við höfum kannski ekki fundið fyrir þessum gríðarlegu fjölgun ferðamanna eins og hefur verið yfir landið allt og þar held ég að við eigum mikið inni og eins og flestir geta verið sammála mér með þá nú Skagafjörður eitt fallegasta svæði á landinu og þess vegna það svona bara gott að eiga þennan demant inni en við getum gert miklu betur þar held ég. Þú greinilega í góðum tengslu við atvinnulífi, hvernig til dæmis með nýjungar og frumkvöðla, hvernig þeim tekið hérna inni? Já, það nú alltaf sérstaklega gaman að taka á móti nýjum hugmyndum og sem betur fer þá eigum við bara mikið af hugsandi hugrökku fólki sem tilbúið að leggja mikið á sig þess að láta hugmyndin sína verða veruleika og það nú einmitt kannski það sem gerir bankastarfið skemmtilegt að maður fær að taka þátt í svona verkefnum strax frá hugmynd og þannig að hún verður veruleika og sjá hún að vaxa og dafna og við hjá Arion banka höfum svo sem tekið þetta aðeins lengra og erum komin í samstarf við Evrópska fjárfestingabanka sem akkúrat í því að styðja við sprotafyrirtæki og svona hugmyndir sem að kannski annars myndi kannski ekki fá stuðning í bankakerfinu að þá vinnum við með þessum fjárfestingabanka og hann tryggir þá á sama tíma lægri vaxtekjur. Magnús segir að stafræn bankaþjónusta hafa þróast mikið á undanförnum árum. En hvað segir útibússtjórinn? Hvað sýnir bjartsýnisvog atvinnulífsins í Skagafirði þessar mundir? Ég held að Skagfirðingar geti bara verið bjartsýnir. Það mikil jákvæðni sem ríkir í samfélaginu og það sjá það allir sem að keyra hér götur bæjarins og sveitirnar að það mikið í gangi
það er verið að byggja alls staðar og ég held að það sé bara engin ástæða annars en að vera jákvæður. Enda eins og ég segi, það er mikið að gera á öllu vígstöðum. Við erum að byggja þetta mörgum atvinnugreinum og það skiptir miklu máli. Þannig að ég held að Skagfirðingar er bara að vera jákvæðir. Við erum komin í prentsmiðjuna Nýprent á Sauðárkróki sem heldur úti 3 miðlum þar sem Norðurland vestra er í brennidepli. Þetta eru héraðsfréttablaðið Feykir, auglýsinga- og dagskrárblaðið Sjónhornið og vefmiðillinn feykir.is. Síðan eru bara tilfallandi að bæklingabrent, það eru kort, það eru ferðabæklingar, jafnvel bækur, við höfum gert það en það er nú miklu meira mæli. Starfsmenn Nýprents eru 8. Þuríður segir að reksturinn gangi þokkalega. Auðvitað fann maður fyrir þessari kreppu og það er alltaf miklu seinna, virðist koma seinna til okkur út á landi, þannig að hún kom bæði seinna inn og hún er seinna í burtu líka. Þannig að... Hverjir eru helstu viðskiptavinir? Er það hérna af svæðinu eða? Já, það er nú bara af svæðinu mestmegnis. Við þjónustum náttúrulega bæði Skagafjörðinn og Húnavatnssýslurnar og reynum að þjónusta það fólk bara mjög vel og þetta alla. Og síðan er það náttúrulega bara stór fyrirtæki eins og Kaupfélagið hérna, auðvitað. Og við höfum verið að brenta fyrir Reykjavíkurmarkaðan líka aðeins. Þannig að... Eru þau mikið í hönnun eins og hönnun á bæklingum og auglýsingum og slíku? Já, það skiptist í að svona tölvert, já. Við erum í því alveg, jafnlega þetta, það er nú svona svolítið skipting, það fer mikið inn í ferðabæklinga og slíkt, sko. Og svo náttúrulega vinnum við logo og ýmislegt fleira sem tengist hönnun. Þú er náttúrulega grafískur hönnuður sjálf og nýtur þessu þetta. En svona ykkar sérstaða, hver er hún helst? Það er náttúrulega lítið prentfyrirtæki út á landi og hönnunarfyrirtæki og okkur sérstaða lítur að markast á svæðinu sem við erum á og þessi nálægð við okkar kúnna, þeir þurfa ekki að sækja allt langt í burtu, þeir geta sótt þetta hingað inn. Þannig að það er kannski verið okkar sérstæð, svo náttúrulega erum við, af því við erum lítið fyrirtæki, þá reynum við að þjónusta sem flest. Við erum með skiltagerð og við erum með stríðaprent og prentum stóra ljósmyndir og síðan erum við náttúrulega með þetta allega prent og hönnun. Þið erum með öfluga prentvél, þið hafi ekki verið neitt smeyk við þá stóru fjárfestingu? Jú, auðvitað er þetta stór ákvörðun að taka, ákveða það að fara kaupa rollsin í prentvélum. Af því við tókum frá Heidelberg og erum með fjáröldavél. En þetta var bara komið tíma á þetta og við erum eiginlega annarkvæmt að hrökkvaðast eitthvað. Og okkur fannst það að við værum það mikið að prenta í offseti og það væri í raun og veru ekki forsannlegt að fara inn í einhver aðra eða taka einhver aðra típun á þessum tíma við kaupin sem er 2015. Þannig að við fórum í þessa stóru fjárfestingu og svo verðum við bara að hafa nóg verkefnum í það. Og hvernig er til dæmis hollusta heimamanna við fyrirtækið? Hún hefur verið mjög góð. Við getum ekki kvartað yfir því að menn hafa verið að sækja vatnið yfir lækinn, en auðvitað eru alltaf einhverjir sem fara því að í raun og veru er svolítið erfitt fyrir svona fyrirtæki eins og við erum að keppa við einhverja risa prentsmiðjur í Reykjavík sem er að taka inn bara sem vinna á vöktum og þeirra
Þeirra öflun verður að vera þannig að þau geti keyrt allar vélar. Þannig að þá verður oft til þess að verkið eru boðin mjög lágt sko. Og þá náttúrulega maður skilur það, fólk verður náttúrulega að horfa í það líka. Eru þið samkeppnisfær í verði? Við reynum að vera það, já, algjörlega. Og allavega í offsetprenti fyrir það sem hentar okkar prentvél. Við erum ekki með rúlluprentvél eða erum að prenta fyrir allt sko, inn á all heimila í landinu í einu. Sko. Þannig en fyrir okkar prentvél og okkar stærð, þá erum við alveg samkeppnisfær. Í næsta atvinnupúlsi verður meðal annars fjallað raforkumál en áform RARIK uppbyggingu í Skagafirði eru stór og metnaðarfull og við fjöllum landbúnað og heimsækjum líka skagfisk sprotafyrirtæki.